Já, það verður gaman að komast heim í himininn þegar Jesús kemur. Ég ætla að leyfa honum Björgvin að komast að því að barnasagan er innifalin í ræðunni. Já, komið blessuð og sæl. Ég var svona að vonast til að það yrðu mörg börn hérna í dag, en maður veit aldrei fyrirfram hve mörg þau eru, en öll þessi ræða er eiginlega fyrst og fremst búin til fyrir þau. En ég held að við bara notum hann einhvað síður. Ég hef aðra ræðu í kollinum, en hún er alls ekki eins skemmtileg. Þannig að við bara geymum hana til næst, eða það næst. En mér langar til þess að fara í gegnum ævi Martins Lúthers á mjög einfaldan hátt. Hérna er bærinn Eisleben sem hann fæddist í 1483 og 10. nóvember. Og hérna sjáum við til hægri á myndinni húsið sem hann fæddist í. Pappans átti nú ekki þetta hús því að þau voru frekar fátæk og hann leigði þarna hluta af þessu húsi stundarsakir. En strákurinn kom sem sagt í heiminn 10. nóvember. Og það vill svo til að mamma og pappi þau heita Hans og Greta. En þau eru ekkert skild ævintýrinu. En þau áttu samt svona ævintýralegan lífsferil. Og hérna kemur Hans. Og Hans er svona skapmikill kall. Segja ekki hans er kallremba. En það er skap í honum. Og þess vegna fær hann líka margt gert sem annars hefði aldrei gert. Og hér kemur hann þjótandi inn til konuna sinnar og segir við þurfum að flytja. Ég er búinn að fá vinnu í Kópanámu og við ætlum að flytja til Mansfield. Og hún náttúrulega verður alveg undrandi og veit ekki hvaðan á sig veðrið stendur. En þau flytja til Mansfeld og þá byrja skólaárin hjá honum Lúther. Og þau voru ekki skemmtileg. Vegna þess að kennararnir voru grjótharðir og fljótir til þess að flengja börnin og setja þau í skammakrókinn og jafnvel uppnefna þau. Og hérna sjáum við pappan Lúthers og hann segir, jæja Lúther minn, hvernig var í skólanum? Eins og venjulega, segir Lúther, ef maður svarar ekki spurningum, þá var maður annarkvort settur í skammakrókinn og látin líta út eins og asni, eða þá er maður bara lamin. Og þetta var ekki neitt venjulegur vöndur sem hann notaður. Hann fór alveg í gegnum fötin. Það er að segja nærbuxurnar, því að hinnar voru náttúrulega teknar niður.
Jæja, en pappans var nú samt ánægður með það hann skyldi verið í skólanum og það gengi vel. En nú átti hann að fara til annars bæjar til þess að nema. Og sá bær hét Æsinakt, en þaðan kom mammans. Og þar þurfti hann að ganga betlandi og syngjandi til þess að fá brauðsneiðar og kannski pínlítinn aur. En Lúther var mjög músikalskur og hann var með yndislega rödd og söng vel. Þannig að konan okkur bauð honum að vera hjá sér í einhverja vikur upp á það að hann myndi syngja á hverjum degi fyrir þau svo að það væri skemmtilegt á heimilinu. En þarna fer blessaði strákurinn og svo líða tímar og hann innskrifast í háskólan í Frankfurt. Og það er svolítið gaman að eiga myndir frá þessum gamla tíma. Og hér ætlaði hann að byrja að læra lögfræði af því að það var það sem pappans vildi. Hann vildi að strákurinn yrði efnaður og þyrfti ekki að vinna erfiðisvinnu fyrir engu kaupi. Svo hann fer þangað árið 1501 og hann er mjög duglegur í skólanum. Hann er næst efstur í bekknum en áður en við höldum lengra að það langar mig til að segja við ykkur að það var einn kennari í bekknum sem var mjög sérstakur. Þegar hann kom inn í bekkinn og hann var með svona húfu, ekki hatt, að þá tók hann alltaf ofan og hneigði sig fyrir börnunum og sagði við krakkana, þið eru framtíðin. Og kannski eigi þetta að verða yfirmenn mínir og þá vil ég að þið muni eftir mér að ég heilsaði ykkur með því að taka ofan og ég flengdi ykkur aldrei og ég sendi ykkur aldrei í skammarkrókinn. Þannig að það var til undantekning sem betur fer. En Lúther hafði engan áhuga fyrir lögfræðinni. Hann var mjög upptekinn af guðfræðinni og hafði verið það alla ævi. Ég nefndi við ykkur áðan að pappans og mamma gátu verið mjög ströng. Einu sinni þá stal hann einni einustu hnetu og mammans tók brækurnar niður og náði í svipuna og flengdi hann svo að blæddi úr. Og einu sinni tók pappan svo rækilega í gegn að hann talaði ekki við pappa sinni í nokkra vikur. En bæði tvö gátu komið til Lúthers og sagt við hann, fyrirgefðu, við fórum of langt. Og Lúther var mjög þakklátur fyrir það. Og stundum þá lá hann á hleri þegar pappans var að fara með bænir og hann bað alveg sérstaklega fyrir börnunum sínum og Lúther. Og þetta þótti Lúther vænt um. Hvernig pappans bað Guð að passa hann, gera hann að góðum dreng og heiðarlegum og hjálpa náunganum. Og þetta mundi Lúther alla sína ævi. En þá er það á meðan hann er í háskólanum hérna í Erfurt og er á leiðinni frá mamma og pappa. Það kemur ekki fram á þessari mynd en hann var ríðandi og hann lendir í hrikalegu þrumu veðri og það virðist eins og eldingin hreinlega hafi hent honum af hestbaki.
og hann verður yfir sig hræddur. Og þetta á sér stað 2. júlí 1505 og hann á sléttu sem heitir Stettenheim og hann hrópar í ángi sinni á dýrling, það svona einstaklingur sem dáinn en á að vera hægt að tala við, og segir: Anna, ég skal verða munkur. Og á hverju vildi Lúther verða munkur? Því að hann ætlaði sér til himins. Og kirkjan var bara með rangar kenningar það hvernig menn fara til himins. En Lúther trúði því að ef hann borðaði ekki nóg og svaf á köldu gólfi, ég kem betur á þessu eftir, og gerði alls konar verk sem engin aðri vildi gera, skítu og ljót, þá myndi hann komast til himins. Nú sumar frásagnir segja að vinur hans hafi verið með honum og að hann hafi dáið. En það hefur ekki tekist að sanna það að svo hafi verið, en þetta svona sögusögnin. Og hérna sjáum við að Lúther hrópa til Önnu og biður hann að vernda sig og segist ætla að ganga í klaustur. Og pappans, hann varð reiðari en reiðastur. Hann vissi ekki hvert hann ætlaði og sagði við Lúther: þú svíkur öll þín loforð. Þú ætlaðir að verða lögfræðingur og ég ætlaði að borga námið því að nú ég farin að reka eigin kopanámu og ég á pening. En Lúther sagði: ég mun ekki breyta skoðun. Af hverju? Af því að ég ætla til himna og öruggasta leiðin til að fara til himna að fara í klaustur og gera allt sem kirkjan segir mér, því að þá ég öruggur að fara til himins. Þannig að það verður ekki hægt að skipta skoðun Lúthers. Hugsaðu ykkur, krakkar, hann verður að fara á fætur klukkan 3 á morgnana. Ég get sagt ykkur það, krakkar, að þá ég svo steinsofandi að þú getur ekki einu sinni vakið mig. Og ef það væri eitthvað á skrifborðinu, náttborðinu sem þig langaði í, þá getur heyrt allt sem ég á og ég myndi ekki taka eftir því. 3 á morgnana, ég bara styn undan hugsuninni. En þá var hann að fara á fætur og fara með bænir og fara með og syngja. Og svo var hann látið vinna alls konar verk, helst verk sem engin annar vildi vinna, eins og það að skúra gólf, og hann skúraði gólfið svo vel að það lá við hann tæki efstu húðin af steininum þegar hann var að skrúpa steingólfið. Og svo gat hann átt það til að borða ekki heila viku til þess að þóknast Guði og ekki drekka vatnsdropa, og hann var orðinn svo slappur hann stóð allir í lappirnar. Og svo svaf hann stundum allsber á ísköldu klausturgólfinu og stundum þessu út í snjónum, því að hann ætlaði til himins og hann trúði því ef hann gerði allt sem kirkjan sagði að þá myndi hann fara til himins. En svo fékk hann vonda drauma og fannst alltaf Satan vera að koma í heimsókn. En við vitum það að Guð var samt með honum. Og hann segir við hina munkana: það ekkert af því sem ég að gera daginn út og daginn inn
sem gerir það að verkum að ég fæ frið í hjarta. Það er eins og Guð sé svo langt í burtu að það er aldrei hægt að ná sambandi við hann. Og Lúther, hann verður svo ofboðslega svekktur út í Guð að hann segir við Guð: hvað á ég að gera til þess að þóknast þér? Veistu það, Guð, að ég er orðinn svo örvæntingafullur og í raun og veru reiður að ég hata þig. Ég þoli þig ekki. Þú ert alltaf að biðja að gera einhver skítverk og alls konar bænir og söngva og ég veit ekki hvað, og ég er bara orðinn hundleiður á þessu því að mér líður ekkert betra við að vera að gera þetta allt saman. En Lúther var heppinn. Hann átti ofboðslega góðan vin sem var yfirmaður klaustursins og hann hét Jóhann Staupitz. Og Lúther segir sjálfur: hefði ég ekki átt doktor Staupitz að, hefði ég fyrir löngu verið komin í víti. En Staupitz hugsaði með sér þegar hann sá hvað Lúther leið illa: ég ætla að senda hann til Rómar. Og hugsaði ykkur, hér er hann að ganga upp Pílatusartröppurnar og trúin var svo að Guð hefði látið þessar tröppur fljúga í gegnum himininn frá Jerúsalem til Rómar. Og svo voru þær þannig smíðaðar að þær pössuðu akkurat þar sem þær lenti í Róm. Þvílík póstsending, maður. Ég veit ekki hvernig er að fara að þessu. Ekki var til járnbraut, það var til skip, en ekki flugvél. En tröppurnar komu, en Lúther trúði því ekki. Hún fannst þetta bara tóm vitleysa. En einn dag þá er hann að ganga upp þessar tröppur. Og hann veit að ef hann biður fyrir pabba og mömmu, þá mun dvöl þeirra styttast í svokallum hreinsunareldi. En þá fattar hann allt í einu: já, en þau eru ekki dáin. Þau eru ekki komin í hreinsunareldin. Hvaða rugl er þetta? Svo hann hættir að biðja fyrir þeim. En þá kemur rödd frá Guði og það er staðfest af kirkjusakfræðingum og segir við Lúther: hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Þetta er árið 1510. Þessi setning festist í huga Lúther. Hún er tekin úr Rómarbréfinu og hann gleymdi henni aldrei. Lúther, þú verður ekki réttlátur með því að borða ekki neitt og drekka ekki neitt og sofa út í garði og sofa á blautu klausturgólfinu og fara með bænir frá 3 á morgnana og allan daginn. Og það sem meira var, Lúther, hann var að játa syndir sínar fyrir prestunum allan daginn. Og þeir voru orðnir svo hundlegir á honum og sagði við hann: getur ekki reynt að safna þessum játningu saman í einn bunka og komið bara einu sinni. Hann gat komið 6 sinnum sama daginn til þess að játa sömu syndina. En þarna kom orð sem aldrei yfirgaf hann: hinn réttláti mun lifa fyrir trú á Jesú Krist. Og með þetta fer hann heim. Og þetta er löng saga, við getum ekki tekið allt með. En núna er Lúther sem sagt kominn í háskólann og þar finnur hann Biblíu á bókasafninu. Og hann flettir í Biblíunni eins og hún væri heilög. Og leið og hann er að blaða í Biblíunni þá segir hann: ó, að Guð vildi gefa mér slíka bók.
sem ég gæti lesið og lesið og lesið. Og Guð svaraði honum. Og Lúther fór núna að lesa Biblíuna og hann fann setninguna sem hann heyrði mörgum árum áður. Réttlæti Guðs opinberast í því, þar að segja fagnaðarerindinu, fyrir trú til trúar, eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Að trúa á Guð og iðra synda sinna af einlægni, aðeins trú, segir Lúther. Að trú á Guð skiptir máli. Það allt og sumt. Að treysta Guði. Fyrir hverju? Fyrir fyrirgefningunni og réttlætinu sem hann vill gefa okkur. Og ég verð nú að játa það að teiknarinn, hann hefur teiknað þetta dálítið skemmtilega. Hér Lúther, hér kemur hann fljúandi út en annarkvort bókasafninu eða herberginu sínu og segir, ég náði því, ég skildi það, loksins. Og hinir munkarnir verða alveg hissa og segja, nú hann hættur að vera munkur. Svo segir Lúther, Guð fyrirgefur okkur. Við þurfum ekkert að gera. Já, við getum ekkert gert til þess að verðskulda fyrirgefninguna. Þannig að sá sem að vinnur góð verk gagnvart náunganum, segir Páll í öðru bréfi Rómverja, hann fær að gjöf, þó hann viti ekkert hana, fyrirgefningu syndana. Og þetta skilur Lúther betur seinna. En hér hann sannfærður það þýðir ekkert fyrir mig að svelta mig, liggja út í ísköldum garði, á ísköldu gólfi, allsber, það hjálpar ekki neitt. Og að fara með bænir klukkan 3 á morgnana, það hjálpar ekki heldur. Af því að fyrirgefningin, hún gjöf. Og Lúther, hann gat ekki á sig setið. Hann flýtti sér í ræðustólinn í Hallarkirkjunni í Wittenberg og segir, enginn getur keypt sér aðgang að Guði. Það var nefnilega á þessum tíma verið að selja fyrirgefninguna. Og ef það áttu nógu mikinn pening, þá gastu borgað fyrirfram syndirnar þínar og þá gastu jafnvel drepið mann og verið saklaus af því að þú varst búin að borga það fyrirfram að þú myndir drepa hann. Þetta ekki flott? Í alvöru talað. Þarftu ekki einu sinni að fara í fangelsi. Já, hann segir hérna, náð Guðs nægir okkur öllum. Og þá hann blessaður, hann Tetzel kemur til þess að selja fyrirgefninguna. Og einu sinni þegar Lúther að ganga götur Wittenberg, þá sér hann fyllibyttu liggja þarna út úr dauða hérimbil. Og hún segir svona, æ, sæll Lúther minn, veistu það að ég má vera fullur. Ég meira sér búin að borga fyrir það og ég meira sér búin að borga fyrir næsta fyllirí. Þetta sko flott kirkja. Og Lúther, það fauk svo í hann að hann vissi ekki hvert hann ætlaði að fara. Og hann tekur það ákvörðun að skrifa á móti þessu öll saman. Og hann skrifar 94 greinar og hann fer með þær og hengir þær upp á Hallarkirkjudyrnar og hann hélt að enginn myndi nenna að lesa þetta.
En Guð var á bakvið þetta. Og vitið þið hvað stendur í þessum 94 greinum? Og taktu nú vel eftir. Fyrirgefning Guðs er ókeypis öllum til handa. Það er það sem stendur í þessum greinum. Það þarf ekki að borga fyrir frelsunina, eins og kirkjan sagði. Fyrirgefningin, segir Lúther, er ókeypis og hún er handa öllum. Og það leið ekki á löngu þangað til að greinarnar sem skrifaðar voru á latínu og þýddar á þýsku, prentaðar og fór eins og eldur í sinu allt Þýskaland. Og þannig hristi fólki af sér öllum kröfum kirkjunnar og sagði: Guð er mín fyrirgefning og hún er ókeypis. En það voru ekki allir sammála. Og hér er einn kardínáli sem heitir Cajetan og Lúther er boðaður á hans fund og Lúther heldur hans kom til að ræða við hann. En Cajetan, hann er nú aldrei ekki á því að Lúther eigi að ræða málin. Og segir honum bara: Lúther, nú tekur þú allt aftur sem þú hefur skrifað. Og Lúther segir: nei, þú verður að sanna fyrir mér að það sem ég hef skrifað er ekki byggt á ritningunni. Og þá segir Cajetan: þú hlýðir páfanum og lætur Biblíuna eiga sig. Nei, sagði Lúther, aldrei. Og ef þú getur ekki sannað mér frá Biblíunni hvað sé rangt og hvað sé rétt, þá ætla ég að halda fast við það sem ég skrifa. Og Cajetan var svo reiður að hann ætlaði að drepa Lúther. En vinur Lúthers er út úr honum hest, seint kvöldið, og hann flúði út úr Augsburg og lifði þannig þetta af. En kirkjan var núna orðin alveg svakalega reið. Já, nú erum við komin til vorsins 1521 og þeir eru að tala þarna saman, góðu vinirnir, Justin Jónas og Lúther. Og það er búið að boða Lúther að koma á ríkisþingið í Augsburg, Worms, þar sem að hann átti að taka aftur kenningar sínar, ellegar týna lífinu. Og Justin segir við hann: á ég ekki koma með þér? Það er betra að vera 2 en 1. Og kannski get ég eitthvað hjálpað þér. Og Lúther segir: jú, við gerum það og undirbúum okkur vel. Og þá leggja þeir í hann til Worms og krakkar, mér finnst þessi teiknari svolítið skemmtilegur. Sjáðu nefið á Justus Jónasi. Ég efast að nokkur hafi fæðst með svona nef, en ég er alveg viss að því að það er svona hrikalega stórt og flókið, þá fær hann aldrei kvef. Alveg á hreinu. En þeir leggja í hann til Worms og þeir eru lengi á leiðinni. Og það sem gerist á leiðinni er að Lúther predikar í flestum kirkjónum. Hann er bara algjörlega óhræddur. Og fólki það þyrpist þess að heyra hann segja: fyrirgefning Guðs er ókeypis. Jæja, þá er komið til Worms. Það er gaman að skuli vera til teikningar af þessum gömlu bæjum. Og hér mætir Lúther fyrir framan keisarann. Keisarinn er mjög ungur. Hann var keisari 19 ára gamall fyrir fáeinum árum. Þetta er 17. apríl, afmælisdagur dóttur minnar. Og Lúther, hann er svolítið óöruggur og segir: má ég ekki hugsa mig þá til á morgun? Og þeir segja við hann: jú, allt í lagi,
Svo kemur hann aftur 18. og þarna keisarinn og furstarnir og biskuparnir og kardínálarnir og herforingjarnir og hermennirnir og Lúther þarna einn í einföldum munkakufli. Og hann spurði hvort að hann hafi skrifað allar þessar bækur. Það var borð þarna og bækurnar lágu á borðinu. Og Lúther segi, já, ég skrifaði það saman. En svo segir Lúther eitt, þú getur lesað þarna. Ef þið getið sannað með hjálp Biblíunnar að ég hafi á röngu að standa, þá tek ég strax allt aftur. En ef þið getið ekki, þá breyti ég engu, svo hjálpi mér Guð. Og við þetta stóð Lúther. Og keisarinn Karl V, hann var alveg æfur og gaf honum 3 vikur en sagði leið, hver sem mætir þér má drepa þig. Og Lúther hugsaði með sér, jæja. Og svo var honum boðið fylgdarlið hermanna. Hvað heldur að Lúther hafi sagt við því? Ég þarf ekkert fylgdarlið. Það eru fleiri englar sem passa mig en riddaralið furstans Friðriks vitra. Og hann fór óhræddur heim. Og hér kemur hann af fundinum og segir ég tilbúin að fara heim. Þá kemur einn aðalvinur hans sem heitir Spalatín og hrópar á hann Lúther. Og þeir verða voðalega ánægðir yfir því að hittast. Og Lúther segir skilaði kveðju til Friðriks og eiginlega Spalatín hvíslar að hann hafði engar áhyggjur af heimförinni. Vegna þess að Friðriks vitri var búin að koma í þannig fyrir að hermenn myndi stoppa Lúther á leiðinni heim. Og þeir segja, við viljum Lúther eða líf ykkar, nemi staðar eins og skot. Og þeir náttúrulega nema staðar og þeir taka Lúther og grípa hann og Lúther veit ekkert hvort að þetta eru hermenn keisarans eða hermenn Friðriks vitra. Hann veit ekkert það. Og hann heldur sjálfur að nú verður farið með hann á bálið og að hann verður brenndur þar. Og þau hann kemur til Wartburgar 1521 næturlagi og við Ásta höfum fengið að sjá þennan kastala, hann æðislega flottur og farið inn í herbergi þar sem að Lúther bjó. Og hvað haldið að Lúther gerir þarna? Þetta alvöru mynd af Lúther, flottur ungur maður, en í herberginu í kastalanum sem í bakgrunnum var Lúther að þýða Nýja testamentið frá grísku yfir á þýsku. Og hann gerði það svo vel að það hægt að nota þýðingu hans enn þann dag í dag. En það sem meira var að nú ætlaði Lúther og Melanchthon vinur hans að stofna skóla því að börnin eru framtíðin okkar og það átti að vera pláss í skólanum fyrir bæði stelpur og stráka og það átti ekki að senda í skammakrók og ekki að flengja og ekki að setja asnahúfu á hausinn á einhverju sem kunni ekki lexíuna. Og þarna sjáum við börnin, stúlkur og stráka sem gátu lesið Biblíuna og fundið sannleikann Jesú Krist sem að syndin fyrirgefin og það kostar ekki neitt. Þvílíkur sigur. Og svo halda þeir áfram. Þú hefur rétt fyrir þér, segir Lúther. Við þurfum skóla handa fólkinu.
Flott hugmynd, segir Melanchthon. Gefðu mér smá tíma til að vinna áfram að þessu verki. En svo takaði líka eina ákvörðun í viðbútt og hún er alveg ofboðslega flott. Þeir segja, við ætlum að biðja fólkið að koma með gjafir hverja einustu helgi og eins mikið og hver getur komið með og þannig getum við búið til skóla og haldið þeim gangandi og meira en það, segir Melanchthon, að þá getum við gefið fátækum pening til að kaupa mat og föt og þá getur öllum liðið vel í öllu Þýskalandi. Er þetta ekki flottur ávöxtur af trúnni? Já, vinir, þá komum við að síðustu myndinni. Það var ekkert sem Lúther elskaði meir en að lesa Biblíuna. Hann las hana daginn út og daginn inn alla sína ævi. Og hann bar saman ritningarstað við ritningarstað og sannfærðist réttmæti trúar frumkirkjunnar og þeirra trúar sem hann hafði boðað. Hún var í algjöru eilífu uppáhaldi hjá Lúther. Og þegar ég er að lesa bækurnar eftir hann, þá finnst mér eins og hann kunni Biblíuna utan að. Hann veit alltaf hvert hann á að sækja upplýsingarnar. Vinir, við eigum öll Biblíu. Eigum við ekki að segja að hún hafi sofið nógu lengi? Hvernig væri að vekja hana og láta hana fara á fætur svo Guð geti tala við okkur persónulega? Ég var að biðja. Heilagi Faðir, við þökkum þessa skemmtilegu og fallegu sögu Martin Luther. Við þökkum þá miklu baráttu sem hann háði til þess að finna kærleika þinn og að fyrirgefning þín væri ókeypis. Það breytti honum algjörlega og hann skráði þetta í marga bækur sem fóru út alla Evrópu eins og eldri sínu. Og þúsundir og aftur þúsundir kynntust þér upp á nýtt sem Guði kærleika, miskunnsemi og fyrirgefningar. Við þökkum fyrir svona stórkostlega menn sem lögðu jafnvel líf sitt í hættu til þess að segja öðrum frá kærleika þínum. Hjálpaðu okkur að feta í fótspor hans í Jesú nafni. Amen.